Já, komið sæl. Hún við áttum mikið laðin hérna fyrir Sunnaland sem að stjórna veðrin hjá okkur og hún olli vonsku veðri bæði á suður og suðaustur landi í dag. En það sem að gerast á sólarhringinn að hún svona smá saman að fjarlægast okkur og sem þýðir það að þá fer hægt og rólega að draga úr norðanáttinni en veðurkerfin þau verður svona nokkuð svipu næstu daga. Það hæðin hérna yfir Grænlandi sem að heldur læðunum í burtu frá okkur og við sjáum svona hvernig læðabrautin liggur hérna frá austurströnd Bandaríkjanna og síðan hérna austur yfir Atlantshafið inn yfir Bretland og síðan norður yfir Skandinavíu. Þannig að norðlæg átt hún verður ráðandi hjá okkur næstu daga. Og ef við kíkjum á hitasviðið að þá erum við í köldum loftmassa. Hitatölunum munum kannski aðeins litast upp fyrir núllið á Suður- og Vesturlandi yfir hádaginn á morgun en síðan svona sígur blái liturinn enn frekar yfir okkur þannig að við getum ekki gert ráð fyrir öðru en frosti allt land næstu daga. En við skulum skoða hvað að gerast næsta sólarhringinn. Við sjáum hérna núna klukkan 18 og það voru tvær vindaviðvaranir í gangi. Það ein fyrir hálendið og ein hérna á Suðausturlandi og það ekkert ferðaveður á þessum slóðum. En það fer nú svona fljótlega að draga úr þessu og klukkan 10 kvöld þá dettur vindaviðvarunin út á Suðausturlandi og skömmu seinna á hálendinu og síðan verður svona vindur að minnka en það verður samt strekkingur hérna við Suðausturströndina og einnig verður talsverð strekkingur á Norðvesturlandi á morgun og Vestfjörðum. Þannig að Íslandskortið sem að gildir klukkan 15 á morgun þá sjáum við að það strekkingur hérna á norðvestan til 10-12 metrar á sekundu og frost þannig að þetta verður svona ansi kalt og einnig má búast við 10 metrum á sekundi hérna við Suðausturströndina. En það verður bjart og fallegt veður hérna á Suður- og Vesturlandi, hitatölurnar svona 1-2 stig þar sem að það verða hæstar og gæti orðið létt skýjað eða jafnvel heiðskýrt og vindur svona fremur hægur en á Norður- og Austurlandi verður þungbúið áfram frost og það verður einhver éljagangur mjög víða bæði á norðan og austanlands. Nú síðan áfram á föstudeginum að þá verður þetta nokkuð svipað. Áttin verður svona meira norðlæg og svona kólnar heldur hjá okkur þannig að það verður komið frost á öllu landinu líka á Suðurlandi þó að það verður svona hitatölurnar reynir nú að ná upp fyrir núllið yfir hádaginn. Það var nú ekki víst að það gangi en það verður bjart á Suðurlandi en aftur á móti þungbúið norðurlands. Og síðan áfram ef við förum fram á laugardaginn að það sjáum við að það eru ekki mikla breytingar, helst kannski að það að draga úr vindinum hérna og þá sérstaklega svona vestan til, vindur ekki nema kannski 4-5 metrar á sekundi sem að nú góða fréttir í frostinu en aftur á móti verður áfram þungbúið og éljagangur hérna norðan til en bjart landið sunnanvert. Og á sunnudaginn að þá spár að gera ráð fyrir því að það komi svona lítið sátt að lægðadrag upp að Suðurlandi. Þetta þýðir það að það mun þykkna upp sunnanlands og einnig að það muni fara að snjóa þannig að það verður einhver snjókoma viðlánandi allt sunnanvert landið á sunnudeginum og almennt séð verður svona nokkuð þungbúið á landinu og við getum búist við áframhaldandi éljagangi norðanvert landið og áfram kalt í veðri eins og við sjáum frosttölur allt land. En ef við endum þetta á korti morgundagsins þá svona hægt minnkandi norðanátt á morgun en samt strekkingur bæði hérna norðvestan til og við Suðausturströndina, þungbúið og éljagangur á norðan og austanlands en ætti að vera bjart og fallegt veður á Suður- og Vesturlandi. Við skulum láta þetta duga að vera í bili. Verið sæl.